Já, hæ. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Þetta er bara hvaða breytingar eru á næstunni. Ég er ekki alveg svona búin að ákveða spilin hvað ég ætla að nota, en ég er búin að velja í 3 hérna. Þið veljið sko eitthvað af þessu. Og ég er með þetta er tening sem ég gerði úr spádómsbók. Þetta er I Ching teningar sem ég bjó til sko. Þetta á náttúrulega ekki að vera svona, en þetta er bara sem ég bjó til. Svo les ég á bókinu og ég ætla að nota þetta og þetta I Ching er eitthvað sambandi við breytingar og þetta náttúrulega allt sama hvað maður notar, maður getur notað allt til maður er að spá. Þegar ég geta. Ég er alveg greinilega með mikið ímyndunarafl, þannig að það er bara svona. Já, þið fáið að velja núna bunka, spil. Fyrsta er hérna, þetta hér. Og þið veljið bara það sem kallar á okkur. Og stundum getur verið sko meira en eitt. Það er ekkert svona heilagt sko með það þurfir endilega að vera með 1 bunka eða eitthvað svoleiðis sko. Stundum getur sko verið öll spilin kannski. Það er bara ykkar að velja. Ég ætla að byrja á já, á númer 1 hérna. Og þið veldið þetta hérna. Og hérna stendur Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it's only in being true to yourself that you can be true to others. Og mér finnst líka hérna eitthvað með þetta kannski er að þurfa að taka einhverja ákvörðun eitthvað og þeir eru svona búin að vera kannski mikið að hugsa þetta eitthvað. Og þetta gæti líka varða einhverja manneskju sem að þið tengist. Já, ég ætla að leyfa ykkur að lesa hérna. Þetta er pási bara og getið lesið. Og svo fengum við hérna lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Þetta spil er svona, minnir mig svolítið á turnin eða tárin í tarot. Þetta er snöggabreytingar. Það gæti verið að þið sé nýbúin að ganga gegnum eitthvað svona snöggabreytingar eða einhverja fréttir sem hafa komið óvart upp eða er á leiðinni og það er eitthvað svona þessar breytingar sem að er í gangi kannski hjá okkur núna og það er bara og þetta gæti verið bara svona breytingar á sjálfinu ykkur líka þeir að ganga í gegnum svona transformation og þau pásu bara að lesa. Svo ætla ég að fá stjörnumerki líka. Og það er Vasperi og Bogamaður. Og þið fáið tunglið og North Node og númer 6.
Já, þetta svona, mér finnst eins og þetta sé eitthvað varðandi einhverja fréttir og þurfa að taka svona ákvarðanatöku varðandi. Þetta gæti tengst líka bara vinnu og svona eitthvað svoleiðis sko sem það eitthvað komið upp á. Þau þurft að breyta vinnu eða gera eitthvað svoleiðis. Já, þetta tengist eitthvað það að það býða hans. Það svo trufla mig. Já, getur tengst svona ákvörðunartöku hvert á að stefna. En ég ætla að velja núna fyrir ykkur úr I Ching. Hvað hefur I Ching að segja? Það velja hérna 2. Og þið fáið hérna 23 og 45 og það Po og Kuai. Það var bara bókin. Það eru 23. Upplausn. Óstöðugleiki, sundrung og hrun engin sorg þessa 6 liða. Þú ættir að varast erfiðar umræður og gagnrýni á þessu tíma. Þú gæti móðgað einhvern. Og svo það 43. Þrautseigja. Óverðugur og valdamikill aðili stendur í vegi fyrir framþróun eða framkvæmd. Besta leiðin til þess að ryðja slíkum mönnum úr vegi að finna á þeim veika bletti eða afhjúpa óhæf verk þeirra. Já, það fer ekki þessu bók sko, sögurinn nú svolítið ómikið svona hvað þú eigir að gera, en það þarf ekki endilega að þetta sé svona sko. En það eins og það eitthvað komið upp á, það upplausn og svo hérna, hvað segi ég, þetta þrautseigja, að þið standið bara föst fyrir hvað þið standið fyrir og eitthvað svoleiðis. Og ég myndi túlka það þannig að þessar breytingar sem að þið eru svona að fara að standa fast með sjálfan ykkur. En svo getur þið túlkað þetta líka á ykkar hátt sko. Þið fáið þetta segnt með Courage, Truth, Shadow Work. Já, ég held að þið sé bara að koma úr svona, sko, þið dreigja ykkur tilbaka og svona, þið að koma svona, þið verið komið ykkur í eitthvað svona, eitthvað power svona bráðum, en þið þurft svona að, já, halda aftur að ykkur á ykkur leiti. Kemur hérna, yes, go for it. Og ég kom inn, hvað, 9:34. Hvað meira fyrir að pælum að heyra? Awareness. Og það
jákvæðar breytingar framundan. Það eitthvað annað að koma í staðinn þar sem að eitthvað fannst vera missir og eitthvað verið tekið frá okkur eða hvernig sem það og þá sko svona jákvæðar breytingar framundan og þegar þið takið ákvörðun að fara eitthvað leið eða hvað þið viljið. Og eitt af þessu fyrir Pile 1. Queen of Cups og King of Wands og það hérna par hérna saman. Það gæti verið nautmey og steingeit og krabbifiskur og sporðdrykki. En það ekki endilega að vera þessi merki. En það hérna par hérna saman og það gæti verið annar aðilinn sko ef það eru single þá þetta svona það eitthvað hérna sem að sýna ykkur áhuga og þeir eru svona að taka ákvörðun kannski með að fara í samband. Eða hvað á að gera kannski. En það eitthvað manneskja líka sem að vill vera til staðar fyrir ykkur og aðstoða ykkur. Nei, þú veit, svo auglýsingar ekki. En já, þú skulum við bara fá svona hvaða breytingar að koma inn. Hvað nýtt að koma inn fyrir Pile 1. Já, það þið standið svona fyrir að þurfa að ákveða hvað ég að gera og hvað leiðir og þeir eru búin að vera svolítið svona kannski confused svona hvað að gera og svona verið að draga ykkur tilbaka og eitthvað svolítið hvað leiðir ég að fara og eitthvað svona og hvort ég að taka eitthvað tilboði eða gæti verið manneskja eða eitthvað sem að þið eru óviss með hvort ég að hafa hann inni eða úti og þetta varðar ástina eða eitthvað svolítið sko nýja ást gæti verið nýja ást eða þá að þetta sé eitthvað sem að vill laga eða kemur inn til þess að laga eitthvað. Þetta tengst eitthvað samt við vinnu eitthvað sem þú hefur verið að vinna að. Þetta var eitt af þessu. Það gæti verið að þetta sé kannski var það sambandi sem hefur komið inn núna í október að þetta er svona nýlegt samband kannski sem í eða að taka ákvörðun með eitthvað. Þetta er svona í flóinu. Já, það er bara svona fram á við skilur þessar breytingar. Það er bara svona mikið nýtt að koma inn og ákvörðun að taka hvað að gera, bla bla. Og englanúmer ykkar 18 ef þið viljið googla það. Hvað meira þurfa þið að sjá og vilja vita? Já, Passion og Dreamer. Það er hérna Hrútur Ljón og Bóamar.
Knight of Cups. Já, þetta svolítið þannig að þið þurfa svona, það eins og þið þurfa að taka ákvörðun og þið eru svona svolítið eitthvað stressu og kvíðin hvað verður og taka ákvörðun en þetta þetta allt veldur á eitthvað hvað þið viljið sko, sem framundan sko og það bara svona, ég sá hérna hugrekki, hafa kjark til að gera breytingar. Já, ég ætla að láta þetta bara duga. Já. Já, ég ætla að láta duga. Bye. Já, hæ, þessum völdu pæl 2. Það þetta spilina. Ég sé manneskja sem hefur dregið sig tilbaka. Sjá hana, hvort sem kallaði kona. Eitthvað dregið sig tilbaka. Og svona bara að hugsa, já, með nýju skrefin, hvað að taka, hvað að gera, hvað svona, hvað gott fyrir sjálfa sig. En ég ætla að lesa það sem stendur. It is important. Í fyrra voru alveg ótrúlega djúpt. Við settum líka bara reglu, fjölskyldan, Já, ég afsaka, ég ekki með áskrift núna lengur. Og gefur þetta auglýsingar. Mjög pirrandi. En já, ég ætla að lesa. It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. Og þið getið pása og lesið. Þið sjáu líka grænt alltaf samt við hjarta líka. Og gefa sjálfu sér. Þetta getur líka verið engillinn Rafael líka. Ég veit ekki á hverju ég þurfti að segja það, en já. Og svo kemur I like you. Someone likes you, romance is blooming, fun, flirty, want to date. Getur verið eitthvað svona í kringu hjá okkur. En það sem ég sá líka, það er King of Wands og Heartbreak og Nine of Cups. Það gæti verið að vera að díla við hrútuljón eða búamann eða eitthvað svoleiðis sko, eða þá, já, eða eitthvað svoleiðis sko, það er einhver sem já, ég myndi segja að ég hef verið að díla við manneskju sem bara svona hefur svona brotið traust og eitthvað svoleiðis, út af einhverju svona sjálfsælskri hugsun eða eitthvað. Og það er einhver sem í eftirsjá og svona, og svolítið að svona, já, yfirstíga eitthvað svoleiðis. En já, ég ætla að fá stjörnumerki fyrir pælföða. Og það er naut og vatnsberi og tvíburi. Gæti verið fiskur líka. Og ljón. En já, það er... Já, þú getur átt von á einhverju samskiptum. Eitthvað vilja laga eitthvað, bæta eitthvað. Þetta er eitthvað varðandi samskipti. Það er eitthvað, kannski verið hægt samskipti eða eitthvað. Og mér finnst eins og þessi manneskja vilji opna fyrir samskiptum aftur. Eitthvað svoleiðis.
eða laga eitthvað. En ég ætla að fá úr Etienne og lesa úr bókina fyrir ykkur. Þá mér peninga fyrir ykkur. Þau fengu jörð og 48 Qing. Lesa bókinni. En það sem ég fann hérna núna, þá eins og að koma inn eitthvað, gæti verið bara peningar að koma inn. Það getur verið svona aukning á peningum eða eitthvað svoleiðis sko. Eða eitthvað kaup, eitthvað svona kaup. Myndin sem dregin upp á sexhlöðinu á brunni. Þetta heitir brunnurinn. Myndin sem dregin upp á sexhlöðinu á brunni sem sökkt í tréfötu. Þangað sækja menn sér næringu. Í Kína til forna var brunnurinn tákn hins hefðbundna sögulegs dýpis sem menn sóttu sér fróðleik í. Brunnurinn einnig tákn hins eilífs og uppsetu mannsins. Ég ætla að fá kannski einnig líka fyrir ykkur. Svo sjáum við. Karl. Og það bara sólin. Já, þetta geti verða líka sko samband að þið svona viljið fá að vita einhverja upplýsingar líka varðandi einhvern mann. Og þetta Karl. Ég skrifa bara Karl. Og þetta bara maður. Þetta varðar einhvern mann, en þið viljið fá einhverja meira upplýsingar og þið hafa greinilega átt einhvern svona tíma eða og þið kannski varðar eitthvað svona sambandi við traust. Já, ég ætla að fá eitthvað meira fyrir ykkur. Hvaða breytingar fyrir pæl 2, það er að sjá, heyra og vita fyrir pæl 2. En það er eitthvað nýja dyr að koma til ykkar. Það er hérna eitthvað sem hefur komið til ykkar nýlega sem að þið sko, þetta er eitthvað svona ný byrjun á einhverju og það er bara svona þessar breytingar sem er það að þið þurfa að taka skrefum upp á við og það er það sem er að koma inn sko, það er svona level up í einhverju. Gæti verið svona peningalega eða það er að koma svona droppa inn svona einhver tækifæri og kannski eitthvað sem þið hafi verið að hugsa á svona manifesta til ykkar eða eitthvað. Hvaða breytingar með að heldu að búast við? Heartbreak and loss. Patient. Patient and planning. Já, þið hafi kannski haldið ykkur svolítið niður
svona dreikið tilbaka, þú veist, að vera hýla ykkur eitthvað varðandi eitthvað svona missir og eitthvað svoleiðis sko. En það er eitthvað að koma inn hérna til ykkar og vera í þessu að vera þolinmóður og setja niður fræið. Það er hérna, að koma inn til ykkar. Og þið sjáu hérna manneskuna, hún heldur sér niðri út af ykkur og svona, já bara út af ykkur sem var að halda sig, svona uppgöta svona hvað er það sem er að halda sér niðri. Og ykkar englanúmer er 314 og það gæti líka verið 8. En já, þið getið googlað það sko. En það er eitthvað samt við að vera þolinmóð og ekki vaða út í eitthvað kannski. Gefa sér smá tíma að hugsa hvað. Það er þetta kom inn sko, þessi breyting. Gæti verið eitthvað hérna mikið líka svona skrifa, mála og það er eitthvað svona creative og já, það er alltaf sagt að það er svo gott sko þegar maður er yfirkomið eitthvað það bara að vera creative, skiljum við, og bara að teikna, skrifa, mála, syngja, dansa, hvað þú vilt gera, bara það sem að þið viljið gera. En já, við skulum sjá meira. Þetta verður líka samtið við fræ og mat. Það fyrir fælfu sem þurfa að heyra á þetta. Vision, get clear on what you want. Og ég held að það sem að þið eru svona þessu breytingar sem þið eru að sjá að þið hafi aðra möguleika og það er svo margt sem að þið getið verið að gera en og þið eru svona að sjá svona fram á við og það er svona já, setja healthy boundaries are crucial for growth. Og það er það sem skiptir máli, þetta sé ekki vera í einhverju toxic, halda í eitthvað sem er toxic. Þetta getur verið toxic á einhvern hátt. En það er allavega einhver hérna í eftirsjá og það kallar á mig hérna að gefa sér smá tíma og það sem er eitthvað ætlað er að koma inn og það er good fortune sem er að koma inn. Það er eitthvað sem er svona sem eitthvað er ætlað. Kannski er eitthvað að koma aftur sem eitthvað er ætlað sem er frá the past. Gæti verið vinna eða eitthvað og þeir að fara að gera sömu hlutina kannski aftur sem að þau þurfti að bíða með. Hvað meira þurfa pæl 2 að heyra sig á vita. 6 og coins. King of coins. Já, það er eins og ég segi, það er eitthvað svona að koma inn sem að aftur getur verið eitthvað manneski að koma og aðstoð peningalega. Getur verið, þetta er eitthvað svona
eitthvað guarantee, ekki örugglega bara sjá hérna líka King of Coins, hérna naut með og steingeit. Það er ekki endilega þessi merki en þetta varðar peninga og þetta er eitthvað sem er komin aftur og eins og þeir fengu líka jörð og það er sko eitthvað sem er sem þið get eignast og þetta sem er að koma inn aftur. Og þetta gæti verið eitthvað sambandi við að já, eitthvað sem að þið haldið að vera búin að missa, þá kemur eitthvað annað í staði. Bara kortur seinna liggur þið. Þú veist að gera svo fljótt. Og það gæti varða samband. Queen of Swords. Hún kom líka í einu bunkanum líka, Queen of Swords. Og það er tvíburi, vasperi og vogin. Það er eins meira hérna fyrir bunkan 2. Það er hérna Page of Cups. Það er eins og, ég veist eins og Queen of Swords aftur hérna, en já, það er einna allt í einu dettur inn samskipti og þið þurfa að taka einhverja svona ákvörðun. Einhver er að koma tilbaka, getur verið eitthvað leys, eða þetta getur tengst líka fjölskyldu. Það er svona nýjar upplýsingar og eitthvað svona og þetta getur verið varðandi kannski líka hérna kaup eða eitthvað fyrir sko og það er svona eins og þið takið action á því eða eitthvað og þetta líka varðandi samband að þá er eins og að einhver vilja svona laga eitthvað og það er svona getur verið eitthvað að koma inn aftur eða eitthvað fyrir sko og þetta getur varðað líka börn. Og það er allan á góða fréttir og þau fáu upplýsingar fljótlega sko þessar fréttir og þetta er svona kjörið tækifæri og þetta er bara eitthvað sem gleður ykkur alveg svakalega mikið. Og mér finnst eins og þetta sé svona hjá ykkur hérna pæl 2 og svona ný staða og þetta getur verið aukning á peningum, svona meira flow hjá okkur, svona, já, bara upp á við, ég sá stigann upp. En svo, já, er King of Wands líka hérna sínus áttur og já, ég held að hann sé svona reyna að finna út hvað hann á að gera. Eitthvað svoleiðis. Það kom reyndar öfugur sko, það eins og að það geti verið eitthvað svona bið með eitthvað. Hvað að gera. En já, ég ætla að það duga fyrir ykkur bunki 2. Bye.
Já, hæ, þessum völdu bunga 3, það var hérna, þessi. Og ég sé fyrir mig, hérna, bara, já, það eru nokkra bara breytingar eða svona. Það gæti verið eitthvað svona eins og þessi að bíða eftir einhverju og ég sá hérna líka Empress og Ten of Cups og þetta var það samband og þetta getur verið annarkvort ákvörðun giftingu eða skírn eða eitthvað svona sem tengist fjölskyldu og þetta gæti verið bara nýtt barn eða eitthvað nýtt verkefni líka og hérna og sem er kannski búin að já, ef það er nýtt eitthvað verkefni og þá er þetta eitthvað sem er að vera betra eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta er eitthvað sem þeir eru búin að vera að vinna eða eitthvað svoleiðis sko. Eitthvað svona, getur verið eitthvað samt við eitthvað sköpun eða að gera eitthvað svoleiðis sko. Eða svona, þeir eru að koma með eitthvað, kannski eitthvað nýtt inn í það sem þeir eru að gera í kannski vinnu eða eitthvað svoleiðis sko. Eða þetta er eitthvað svona sambandið þar svona, og það er að koma inn. Ég ætla að lesa hérna. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow and you will be surprised where it leads. Pási bara og lesi. Það getur verið sko að það er búið að vera svona massíf breytingar hjá ykkur pari 3 og svona á stuttum tíma og þurfa að ákveða eitthvað og svona og það er það sem ég finn í þessu bunga Healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship og addiction og það getur verið eitthvað svona líka sem að þið eru búin að vera svona free yourself frá er bara, kannski bara umhverfi eða eitthvað svona sem að hafa haft neikvæð áhrif á ykkur eða þá þið hafi tekið ykkur svona eða takið svona stakkaskiptum varðandi kannski sem að hafa verið að draga ykkur niður og svona, getur verið toxic fólk, getur verið eitthvað bara já, addiction, eitthvað sem þú ert svona fíkill fyrir þú ert að gera sem er ekki að gera gott fyrir þig og það er það sem að þú ert að kannski að líka losa þig kannski hjá ykkurum. Þannig ég ætla að fá meira hérna, ég ætla að fá stjörnumerki hérna fyrir pæli 3. Já, ég sá hérna ljón og sporðdreka og nautið og veginn það er Eris og krabbinn hérna og Neptunus, Júpiter upp á nýbyrjun geti verið já, bara nýtt starf geti verið eitthvað svoleiðis nýtt verkefni, nýtt starf og það er expansion og það er eitthvað númer 1 það er getur verið þetta er frá nýbyrjun af okkur eitthvað sem að já, þið verðið ánægð með og þetta gæti líka eins og mér fann líka sko, þetta gæti verið eitthvað svona fjölgun í eitthvað að bætast inn í fjölskylduna já, ég ætla að fá úr I Ching fyrir ykkur með breytingar, hvað ég vona og eitthvað flis að sjá bara hvað kemur ég les svo bókinni á 2 Þið fáið hérna 35 Ching og númer
2, næmi. Það getur verið eitthvað að verða tilfinningarnar ykkar. Já, fyrir svona meiri jafnvægi á næstunni. Og næmi, það er bara að hlusta á innsæðið sitt og það getur verið að þið sé kannski líka að finna að þið getið treyst meira á sjálfan ykkur. Hvað þið svona, já, treyst meira á sjálfan ykkur. En ég ætla að lesa hérna númer 35. Framþróun. Sinn þýðir framþróun. Þessi sexliða er tákn sólarinnar sem smátt og smátt hækkar á lofti. Megininntak hennar er því hæg framþróun. Sexliðan vísar til meðalmannsins. Hann hefur lítil völd en er sómagerð siðsamur og stingur ekki stóru fjöldan. Og það er, já, svona, já, það er kannski með þessu cycles að það er, það er svona smátt og smátt að vera að byggja ykkur upp og eitthvað slíkt og það er þessa breyting sem er komið inn að þetta hefur tekið langa tíma en þetta er að koma inn og leyfa þessu að, já, taka sinn tíma. Gætu þið þurft að bíða einhverja mánuði eða eitthvað með eitthvað og eitthvað samt við það. Já, ég ætla að fá eitt viðbót hérna. Og það er númer 13, Chungyan. Ég ætla að skrifa hjá mér hérna. 13 er líka táurinn, sko, er eitthvað svona surprising. Félagsþroski. Með því að standa saman geta menn náð settum markmiðum en þá verður þeir líka að leggja eigin hagsmuni til hliðar. Ötull, viljasterkur og fordómalaus leiðtóli gæti þess að menn hugsi fyrst og fremst með heildina en ekki einhverju sjálfa sig og með þeim hættir ná góðum og sameiginlegum árangri með flest sviðum. Já, já, það getur verið að díla kannski við manneskju sem er að setja sig í hærra stall og er þykjast vera betri á einhvers konar hátt eða eitthvað slags, sko, og já. Ekki hvað ég segja meira. En já. Já, ég finnst eins og bara ekki láta það svona vaða yfir ykkur. Þetta verið kannski þeir eru að fara að standa svona meira og svara fyrir ykkur þegar fólk eru kannski að labba yfir ykkur. Með óréttlæti. En já, við skulum sjá hvað er að koma inn hjá pæl 3. Það skulum sjá hér að vita. Já. Við fæðum hérna truth og balance. Ég fæ þetta fyrir að fá einhverja stöðu sem að þið þurfa að hafa meira völd líka og þið verður svona að passa ykkur á svona fólki í kringum hjá okkur
Já, það skiptir máli að þeir séu í jafnvægi. Ég sé hérna balance og truth. Og þarna eitthvað svona á einhverju þurfa að taka ákvörðun og þetta eins og voginn, sko, finnst mér. Og þetta gæti verið, sko, að þau eru að læra eitthvað nýtt eða eitthvað fyrir, sko, og það bara skiptir máli að þið, sko, þið séu bara takið sér með ró og svona, og vinna jafnvægi hvað þið eru að gera. Þið eru með allt sem þið þurfið og það þarna. Og þið hafið góðan að, þetta eitthvað, þið þurfum ekki að hafa neina ágjör með eitthvað að fara eitthvað útskeiðir, eitthvað. Mun ekki ganga upp eða eitthvað hlýs. Þetta bara fleis. En það eitthvað svona breytingar. Og englanúmer ykkar 211. Eða þá 4. Getur googlað það. Já, svo fengur við hérna líka. It's okay to change direction. Það einhverja breytingar eitthvað nýtt. Það svona hækkun á einhverju og taka einhverja svona ákvörðun að fram á við. Það einhverja breytingar sem þurfa að gera og að fara að gera. Gæti varðandi eitthvað svona, barn eða börn eða eitthvað fleiri og svona það þurfa að taka svona ákvörðun. Hún fá meira. Já, open the door to higher dimension. Þetta bara svona gott fram á við. Hjá mér ég byrja daginn á að lýsta fólki mitt og fara Fá hérna sem er á bastra. Það skiptir máli Moonflower. kerfi sem virka og létta manni lífið. Með mannustestum að dvalja Bloom even when no one is watching. samtölin, meiri tíma fyrir áhugamálin. Já, það sem ég sé hérna að hlutirnir að gerast og góður hlutir að gerast hjá okkur og þið kannski ekkert að tala það og svo bara þegar þið eftir að svona fólk eftir að vera svolítið bara hissa og sjá já, vá, hvað búin að gera mikla breyting, hvað er búin að ganga vel og bla bla bla. Þegar ég brendi eitthvað sykurbráðan á steikinni eða, já, ég ekki bara klúraði öllum. Gleðileg jól, elskurnar! Það ekkert stress á svo. Já, ég fær svona glow up eins og ég fekk líka seinast á þriðja. Svona það eitthvað svona, já, svo fólk tekur eftir eitthvað sem það að framkvæma, eitthvað sem það að gera svona, og svona ný byrjun á okkur, sko. Svolega ekki auglýsingarnar. Svo boring. Já, þetta var aðeins að trufla mig. Það kannski einhverja truflanir búið að vera, svona eins og okkur hefur fundist að þurfa erfið að vinna að einhverju og vera að gera eitthvað sem hefur ekki verið að ganga upp, en þetta alltaf að ganga upp, sko. Það þarna, þetta bara hefur tekið hægari tíma heldur en þið hefur viljað að þetta kemur. Hvað meira þurfa að sjá, heyra og vita hvaða breytingar eru að koma á næstunni.
það er einhverja bætist hópum og það er eitthvað varðandi fjölskyldu og eitthvað sko. Og þetta getur verið eitthvað, getur verið líka ný gjöf eða eitthvað sko og nýtt samband. Og já, svo segir baby hérna líka, þetta er eins og bara nýtt barn eða þetta er eitthvað svona sem bætist inn í fjölskylduna, eitthvað að koma tilbaka og eitthvað sko. Og ég sé hérna líka, getur verið einhver ungur maður líka, getur verið kannski einhver yngri líka, ný ást, einhver kannski sem er yngri en þú. En já. Ég veit að þetta er bara ykkar að dæma. Ég ætla að fá svo meira fyrir ykkur. Hvaða breytingar eru að koma inn? Mikið tilfinningar. Og þeir eru kannski allir tilfinningar eitthvað fyrir sko varðandi þessa nýja byrjun þessa breytingar sem eru að koma inn sko. Ef það er ekki komið þá er þetta eitthvað svona nýtt verkefni sem er að standa fyrir og þeir eru svolítið svona já bara með þessa nýja leið eða eitthvað leið sko. Já. Og það hafa verið svona konfliktir með kannski skólanámið eða eitthvað svona eða eitthvað sem er að takast á það er, þú veist, þeir alltaf eftir að blessast. Þið fáið hérna Engilinn og Magician og það er bara, þú veist, gengur allt upp góða fréttir. Og þetta er svona meira svona innar konflikt sem að þið svona, þú veist, er að horfa á og sjá sannleikann á kannski að hvað hefur verið að halda ykkur niðri kannski með einhverja ákvörðunartöku. Fight the wands. Strength hérna. Og þetta er svona hraða breytingar, þú veist. Það getur varða hraðabreytingi, getur varða sambandið inn eða eitthvað fleiri eða eru svona já og svona verið að hugsa hvað annað fólki finnist þetta og eitthvað fleiri sko. Það getur verið, þú veist, það sé svona búið að vera eitthvað svona afskipti sem það hefur verið svona áður fólk svona að blanda sér inn í og eitthvað sko. En já, það er komin endir að vera í heartbreak og finnast að vera að missa okkur eða eitthvað sko. En já, ég ætla að láta þetta bara duga hjá okkur. Og það er mikið, það er hérna Meyja, Ljón, Nautni og Steingeit. Það er raun og veru, já, flest öll stjörnumerki hérna. Það er hérna Tvíburi og Bogamaður og já, öll fæðisæn og öll votursæn, fiskkrabbi, sportryggi, Vogin, það er bara allt hérna.
og þetta eru bara góða breytingar frá þetta eru hraða breytingar fram að við og það bara er svolítið þannig að þið geta verið eitthvað hætt, það fer allt vel og taka bara á móti það sem er að gerast og sem er að bjóða ykkur. Taka á móti því og já, fara fram með við. Ef maður tekur ekki á móti því núna, þá getur bara farið fram með manni. Það er bara svoleiðis. Margt að koma inn. Og þetta er eitthvað svona þrennt, þetta eru 3-4 breytingar á nokkrum mánuðum og þetta er bara góða breytingar. Og ég sé líka góða breytingar varðandi peninga. Þetta er bara allt mjög gott. Það láta þetta duga. Bye!